Kynlífshorn brennslunar. Kom hann Kjartan, ef það á að vera stuna í trailertum þá verður það að koma frá konu. Þannig var smá tæknilega öruleikar í byrjun. Þetta í stílu mánudaginn sem þú þegar gerur. Já, þú ert svo stressaður að fara að tala kynlíf, var það ekki? Jú, ég ítti á vitlausum takka hérna. Já, allir að eiga ömulegan mánudag. Nei, ég er ekki eini í þessu. Við erum ekki á æðislega mánudag. Já, ég get ímyndað með það, leiðin til Spánar. Já. Til öfunda ég ykkur með. Voða þægilegt eitthvað að vita það að maður sé að fara aðeins. Gerður það var mikið í gangi hjá fólki helgina. Það voru margir í sumarbústað. Já, ok. Og hvað gerir fólki í þessum sumarbústaðferðum? Er búið að rannsaka það? Já, nú bara veit ég það ekki. Ég hef heyrt sögur að sumarbústaðferðir séu meira spennandi heldur en aðrar. Já. Mér hefur aldrei verið boðið þannig sumarbústaðferð hins vegar. En fyrir hjón með börn, það er lítið spennandi. Já, því að það er náttúrulega svo hljóðbart í sumarbústaðum. Hljóðbart, þú getur ekki andað þess að mannski við hliðina að vakni. Já, þannig að það er ekkert gott að vera í einhverjum bólfimi. Erfiðasta sem ég hef gert líklega var að taka 2 gegna sumafrí með fyrirverandi tengdafóreldrum mínum í sumarbústað. Já. Það er mjög krefjandi. Já, það er heldur betur. Hvað er það fólk að gera? Er það þá að fara út bara? Já, náttúran er alltaf mjög heillandi, sko. Minna heillandi þegar þú fer síðan að tína grasa milli raskinnana út. Þetta er skemmtileg greining. Já, þetta er líka svona mjög formlegt. Við vorum að ræða þetta náðangerður konu sem er frá Pakistan og er að skrifa kynlíf kvenna í Pakistan fyrir hjónaband. Og hún hefur nánast verið að gera brottaregg á heimalandi, en nánast hún býr í Kanada núna því hún gæti ekki búið heimalandinu. Eru íslenska konur að stunda kynlíf fyrir hjónaband? Fyrir hjónaband? Já. Ég held að það sé mjög lítið það. Í algjöru undanhaldi. En þekkist það hafa konur í Íslandi verið að stunda kynlíf fyrir hjónaband? Já, ég held eins og segi, ég held að það væri náttúrulega algjör synd að gera það. Og maður á náttúrulega að halda þessu algjörlega fyrir sjálfa sig. Svo náttúrulega sumar sem detta í eitthvað svona sóraskap. Nei. Já, ég held og bara Guð blessi Ísland að það sé þannig. Frjálsræði hér. Frjálsræði ríki hér og fólk fái að upplifa kynhvötina sína. Því að við erum kynhvöt er eitthvað sem er náttúrulegt. Það fæðast allir með kynhvöt. Og þú drepur það ekki niður nema þá að vera að pína manneskjuna. Erum við ekki ekstra frjálslynd hérna á Íslandi með kynlíf? Svona með aðra, ég veit ekki, þú er það eftir með hollendingi. Já, ég er miklu vildar en hann. Já, það er ekki spurning. Nei, það er ég held að við séum svo svipu öðrum Evrópulöndum og Bandaríkjunum, sumum fylkjum, ég held að þetta sé svona En hugsaði samt að væri samt þetta bara að taka þetta úr sambandi í fólki eins og bara úr úrlingsstrengjum. Ímyndaðu hvað miklu meiri orka færi í skólan hjá þeim og að gera góða hluti ef ekki allur dagurinn færi alltaf í að hugsa þetta. Eða var þetta beina þessu réttan farðeg? All þessi orka sem fer bara í að pæli þessum hlutum. En þetta er samt bara viss þróun, þetta er eitthvað sem við þurfum að fara í gegnum til þess að takast á við næsta tímabil líf okkar. Þú veist, þessum bara bæði, náttúrulega kynþörfin tengist líka mannlegum samskiptum. Þetta hvetur stráka til dæmis til þess að æfa sig í mannlegum samskiptum við stelpur og öfugt líka. Það er góð punktur. Þannig að þetta er ekkit bara það að ég verða að runga mér, skilur, heldur líka svona ég þarf að tala við hana. Já, þetta er athyglisverðar pælingar. Ég var hérna með stráki í skóla sem var sérstaklega góður í konurum. Og ég áttaði með á því seinna hvað var það sem gerði þetta svona iconic í Söldason. Hann var ofta hrósaðinn fyrir hárið á sér. Bara, hei, vá, varst í klippingu? Það er eitthvað, já, vá, þetta verður ekkert smá vel. Og áður maður viss af þá var hann búinn að sofa hjá henni. Við skáfið. Þetta er ekki flóknir en það. Og maður bara eitthvað, fuck, tjúðan að góður í þessu. Og svo var eitthvað, geggjaði skór. Já, ég var að kaupa hérna mamma í London. Wow. Og þetta var hann var rosalugur í þessu. Bara svona að kommenta á þessa hluti. Og tók eftir smáatriðum. Tók eftir smáatriðum, duglegur og hrósa. Fáránlega næs og það skilaði sér heldur betur á meðan að þessi þumbar sem að kommentuðu ekki á eitt eða neitt eða hrósu aldrei að gera ekki neitt
þeir voru bara heima á sér að, þú veist, tengja mótemið, sko. Tengirðu við þetta, Gerður? Já, á vissan hátt sko og þetta er alveg rétt, en máli er bara að stelpur er alveg jafn kynferðislega þyrstar og strákar á þessum úlingsaldri, því við erum alveg líka með kynhvöt eins og þið. Okkur er bara kent að bæla hana svolítið niður og vera ekki að tala hana, en við erum alveg, svona flestar er alveg spenntar fyrir þessu. Þú veist, við kennum það alveg, ég tók 3 tíma sturtur bara frá 12 ára til 17 ára, sko. Já. Það var bara, þannig að það er ekkit eitthvað, þú veist, þið er ekkit einir. Nei. En þannig að ég held að sé svolítið þannig að svo leið og einhver strákur gefur eitthvað og er komið, þú veist, kemur með eitthvað smá hrós, þá maður bara, ok, við getum tekið hann, hann má koma inn. Af því allir hinn eru svo miklir fáutar. Þannig að það er sko lykillinn fyrir unga drengi og karlmenn sem er að núti. Það eru að vera herramenn. Að vera herramenn, taka þetta smáatriðum, hrósa. Algjörlega. Koma vel fram í konur eða jafnöldur sínar. Já, sko algjörlega, sko hérna á Íslandi til dæmis, þar er ekki svona mikil pick-up menning. Því hvað ég er að tala um. Út í Hollandi til dæmis, það eru bara heilu vinahóparnir sem eru bara að stunda pick-up. Sem eru bara, þeir fara niður í bæ 3 ári viku, alltaf á sama tíma á sama barinn og eru bara í þjálfun, þeir eru bara í markvissri herrþjálfun í pick-upi. Að æfa sig í að approacha stelpur. Já, en þú ert samt með Holland sem er mjög svona liberal gagvart öllu sem tengist kynlífi, vímugjöfum. Ég held samt að það sé svolítið miskili, þótt að vændi sé löglegt í Hollandi, það þýðir ekki allir sé að gera það. Alls ekki. Þetta er svolítið svona, þetta er svona svolítið eins og, já, þú byrjar á Íslandi, já, ok, þá lítur alltaf að vera í sundi. Þetta er svona... Sko, þetta er auðvitað heimur sem við kannski ekkert að gera með okkur umræðinu, en er eitthvað vændi á Íslandi? Nú þekki ég það ekki og ég get ekki, en maður heyrir í blöðum og sér út allt og hérna, en ég veit ekki sko, ég veit ekki staðfestni. Ég heyrði, það var einhver hérna sem var hérna í okkur daginn sem sá okkur þegar eitthvað live var búið að það væri strákar fættin að selja sig á hérna á Íslandi hérna, konum sem koma hérna sem ferðamenn þá fór ég nú að velta fyrir mér sko, hvort það væri nú ekki, maður þyrfti nú að fara að komast í skapandi sumarstörf skapandi ég veit eitt strák sem er endur, hann er að selja hérna svona erotísk nudd og endur þú með að svo nú veit ég ekki meir sko. Ég hef ekki ennþá gerst svo djörf að fara í nudd hjá honum Þannig að það er happy ending eða crappy ending Sko já, svo hugsa maður líka bara ok, fyrirgeðu, þetta er bara eitthvað gaur út í bæ sem þykist að gefa mér happy ending það tók mér mörg ára að læra inn á hana líkama ætlar hann að gefa sér 40 mínútur í eitthvað heilnutt og láta mig fá það í enda Kannski er hann andlega bara á einhverjum stað sem að bara eitthvað gúrú Gæti verið, sko Það var náttúrulega gaurinn í Kópavogi sem gaf sér út fyrir þetta Já, þetta er eitthvað gaur í Kópavogi, ætli þetta sé sami Þetta er bara ungur strákur samt Já, ég meina, hann er greinilega bara alveg með þetta Býr ekki Rikki G í Kópavogi? Jú Hann býr heldur betur í Kópavoginum Hérna, sko þú veit auðvitað sko, hvað er að frétta af snappinu hjá þér? Er búið að vera líf og fjörður? Eru menn að senda dick pics ennþá það? Nei, rosa lítið og ég er eiginlega bara svona hálf móðguð hvað er reynt lítið við mig til dæmis í Snapchat það er aldrei neitt eitthvað lengur eitthvað Það var að því að við létum menn heyra það hérna sem voru að þessu Og líka, við erum, hollendingurinn er nú búin að fá mikið airtime Já, hann fær nefnilega, hann passar það alltaf að þegar hann er á landinu að þá sé hann svona með sitt airtime svo allir viti pottið að hann sé á staðinum og svona, sem er bara frábært hann er náttúrulega bráðmyndalegur þannig að ég er ekki dillt í augað að horfa á hann En annars bara að snappin er mjög gott að frétta ég er svona aðeins búin að vera að fara yfir verslunina núna því við vorum náttúrulega opna búð í Hamraborg 5 þannig að hann hefur hérna svo verslun hefur aðeins fengið að njóta sín og ég hefur svona sína ég er aðeins búin að vera að fara yfir nýju nærfötin sem við vorum að taka inn Þetta er alltaf rosa gott fyrir Hamraborgina að fá algjörlega Þetta er eiginlega algjör nauðsyn Mér finnst alltaf svo gaman þegar að fólk hérna er eitthvað að tala að Hamraborgi sé ekki frábært og svona og svo keyri hérna í gegn og það er aldrei hægt að fá staðið þetta Þú veist það er alltaf fullt af fólki hérna Ég var hérna bara í gær Þannig að það er alltaf fullt að liða hérna Já, það er rosa góð traffík hérna og svona bara Snapchat er einhvern veginn alltaf, það er svona rullar og er alltaf skemmtilegt held ég Plus.is fyrir það sem ekki vita Algjörlega, Plus.is og Snapchat Þú ert með sköllóttum manni, ertu með eitthvað þeng fyrir sköllóttum mannum? Já, ég held það Ég held að það sé svona líka nýja þengið mitt Já Hvað hefur þú verið með annað í gangi? Ég hef verið með líka með mönnum með mjög þéttvaxin hár Já Og ég hef aldrei verið með síðuhári Já, en kannski ertu eitthvað annað en hár? Nú, já, ok. Annað sem ég með þeng fyrir eru karlmannlegir karlmenn.
Já. og hávaxnir karlmenn. Já, ég er 1.89 og hann er Ég ætla að segja, þú ert svolítið mín típa sko. Það er alveg, ég skal alveg viðurkenna það. Þannig að ef þú kannski rakar aður hausinn, þá getur þú kannski séð hvort það sé. Veistu hvað ég er með stór eyru? Ég get þá flogið bara hérna sko, Það hef ég aldrei tekið eftir því. Það er af því ég prótsi alltaf svona hlið. Já, Það er svona hérna, ég fel eyrun á mér. En ef ég raka mig sko, þá get ég flogið bara síðan núna bara í Hamraborgina eða hvað sem er sko. Já, en ég er ekki að leita að fullkomnun. Nei. Það er nefnilega máli. Það er svo skemmtilegt að það eru einhver svona litlir gallar. Að þá lærir maður að meta það og þá verður það að vera svo aðlaðandi. Já, ok. En maður getur ekki alltaf þess að allir séu fullkomnir. Það er líka mínigattar í fullkomnunni. Já, þetta er bara svona fullkomnar þetta. Sjáðu þetta andlit, sjáðu, þú veist, Kjartan. Kjartan er náttúrulega bráðmyndarlega maður. Hann er kannski ekki með líkamann, en hann er með $1.000.000 andlit. Veistu hvað amma sér ekki að gekalla hann? Fullnæðing í jakkafötum. Við erum að ræða skemmtilega hluti hér við Gerður Arnbjarnar, en Gerður, sko, við vorum að ræða á kynlíf fyrir hjónaband á Íslandi. Já. En ef við tölum kynlíf í hjónabandi, Já. Hvað er fólk sem er gift? Er ekki einhver svona kvarði? Það er búin að 1 ár í sambandi, þá gerir það svona oft og 2 ár svona oft eða? Sko það er nú kannski engin einhver svona fullkomin kvarði Þú ert að búa hann til? Sem er mæli, já, kannski spurningum að ég skelli eitt svona You can make some money. Já, ég kenni algjörlega. En ég man svona, hefur heyrt og ég er svo oft spurð, sko, hvað er svona eðlilegt að maður stundi oft kynlíf þegar maður er í hjónabandi? Já. Og það er rosa erfitt að svara því. Af því þetta byggist allt upp á því, sko, hvað er ég mörg börn? Já. Hvernig vinnutíma stundið þið? Það var reynda mjög gaman að búið til formúli. Það var sko eftir x mörg ár, Já. Svo 1 barn tekur út ákveðnum skipti. Það er alveg rétt, Vaxtavinna. Já, en allavega svona samkvæmt svona erlendum skoðanakönnunum og þá er svona 2 til 3 í viku. Er meðaltali fyrir hjón með börn í vinnu og allt svona. Þannig að 2 til 3 í viku. Ég Já. Er ekki suma vikur bara alveg... Er maður sáttu við það? Er ekki suma vikur alveg glerharðar og svo aðra vikur mjög rólegar? Já, sko, nú veit ég ekki. Ég held að lykillinn sé að halda þessu svona, þú veist, jöfnu. Og hvað finnst þér að vera passlegt til dæmis? Every day. Já. Every minute, every hour. Bara daglega maður, það ekki það? Mamma skiptast En þér, Hjörvar? Já, ég meina, sko, hádeginu. Já. Kvöldin. Nei, ég svona, þú veist, ég veit að það er ekkert óeðlilegt að fólk sem er kannski búið lengi saman þess að ég get eitthvað á hverjum degi. Nei, maður skilur það alveg. En það er samt líka annað, eins og þegar fólk er að tala já, það er alltaf svona, þú veist, alltaf, mér finnst kynlíf mitt leiðilegt. Það er algjörlega bara þér að kenna. Algjörlega. Þú veist, það er þegar þetta dettur í sama fari og þið eru í sömu stellingunum kvöld eftir kvöld eftir kvöld, þá er það náttúrulega ekki skemmtilegt. Og þið þurfið aðeins að peppa þetta upp með einhverju dirty talks. Sko, það kom hérna út að ansi aðtýrlisverð bók hérna fyrir nokkrum ára síðan eftir hérna lögmann sem heitir Hildur Sverrisdóttir, geta það verið, Hildur Sverrisdóttir. Hún var skrifað kynlífsfantasíur íslenska kvenna. Gott ekki eftir þessu. Og hérna ég var ekkert síðan stættur í Eymundsson eitthvað og ég sækir nú þessu bók sem hún var opinn hana, hún fær að kíkja á þetta og mér fannst þetta eiginlega, sko, þessar kynlífsfantasíu sem ég svona sá eldsnött það var svona meir út í bara svona, þetta er svona, já, heyrði, ef maður myndi einhverju þóra þessu. En er það ekki parturinn að ég verð með fantasíu? Jú, en ef sem venjulegu kallmaður sem að svona hann myndi ekki þóra að gera neitt af þessu sem að sko þarna kom fram. Þarna snerist það að vera fóbrotin á esjunni og koma á bjarginni og vera í raun og vera ekkert að bjarginni heldur að vera ríðinni sko. Þetta var allt eitthvað svona sko. Og þetta voru þetta var að mæta bara sem einhver complete stranger einhver stað sko og vippa honum út og þetta er bara svona, þetta er bara, hefast að panta pítsu flestir eru bara kærðir fyrir já, ég er að segja það, þannig að þú veist það myndi þurfa einhvern kaldasta gæi heiminn til að þóra að ég ger eitthvað sem fantasíum að raunveruleika. Já, en er þetta ekki líka í flest tilfelli þannig, þetta eru fantasíur, þetta eiga bara að vera fantasíur, það er ekki endilega að vera að biðja að þetta sé raunverulegt. Nei, kannski ekki. Þú veist, vinsalasta fantasía kvenna, eða mjög algeng fantasía er til dæmis svona einhvers konar rape fantasía, nauðgunar fantasía.
Því ekki það að henni langi verið nauðgað. Nei. Þetta bara eitthvað svona fantasía og svo, þú veist, gerist heldur Svona gerist bara í hausnum og eitthvað. Já, ég held það. Svona þrísom fantasíur og svona stelpum, þetta flestum tilfellum bara í hausnum. Já, og svo... Þú getur ekki reynt, nei. Það ekkert eitthvað, hérna ég með... Frænda minni hérna með mér. Hann verður með eitthvað ættamótin í júní. Það er þannig sko að... Kynna ykkur. Þú veist... Þegar maður spilar fótbolta þá er það oft þannig að minnsti tíminn með samherjum fer ég að ræða fótbolta því að mennur hvort þegar það spilar fótbolta þannig að þurfa að tala allt annað. Já. Og ég var eins og að spila með leikmanni sem ég ætla ekki að segja hvað heitir en hann var Votta Jehóvi. Hún tók því alveg mjög bókstaflega og lifði sér mjög mikið í því að vera Votta Jehóvi og hann mátti aldrei vera nakinn í kringum aðra leikmenn. Ég var oft búinn að reyna að girða niður hann sko en hann var sko Respect. Nei, bara svona til að stríða hún sko Já. en hann bara sagði, herru, ég má ekki afklæða mig hérna hliðina á okkur strókar eitthvað svona og við skildum aldrei á hvernig hann fór ekki í sturtu og svona en sko, svo þegar hann fór til síns heima hann var erlendur, hann var útlíkur þá var hann alltaf að tala um þessi sko þessi hóp svo gæta hópkynni með frændum sínum og eitthvað slikt og við skildum aldrei sko já, en þú mátt ekki fara í sturtu eða klæða í hjólabuxur fyrir framan okkur en þú mátt vera þessu með frænduðinu já, heyri, þetta er alveg þræleðileg sem Votta Jehóva trúði Við skulum bara allir fara í það Allir verðum öllum já, ég var nefnd að hugsa það sko förum bara allir í það sko, Votta Jehóva sko. Ef þú ætlar að fá upplega hópkynlíf þá skellir þér Votta Jehóva já, algjörlega og spila fótbolta með Hjörvari spila fótbolta með Hjörvari það er þetta búið, þú ert búin að missa því I'm retired Ertu? Já ég er búin að vera miður ég veist að finna mér eitthvað annar lið þú verður þá að fæna eða eitthvað aðra íþrótt bara aðra íþrótt ég get alveg að fara í keiluna eða eitthvað já það er örugglega eitthvað sem ég myndi segja að vera minnst sjarmerandi kallmenn í keilu og í hvaða íþróttum er sjarmerandi kallmenn? Íshockey Íshockey, já, það er mjög manly það eru sterkir og kunna skauta já, og bara þoli í fótunum Crimea River, sko já, það er reyndar svakari þykkt á löpunum á þeim ég tengi við þetta og henni gerði ég held að skil hvert hún er að fara handlæn Íshockey maður var eitthvað sem Hjörvar myndi líta við já algjörlega þú veist, þið fullkomna væri smiður og spilaði svo með bitninum íspjörn með bitninum Íshockey sko það gerði, takk fyrir komuna við sjáumst í næstu viku ekki næsta mánudag, við verum úti þá já, en svo verð ég farin út þegar þið komið heim þá ringjum við í það á bakkanum og heyrum svona aðeins hvað þú ert að gera það núti sko já, hvernig verður við á Spáni og hvort að spátt séðan þá heill eftir okkar dvölðar ég hlakka til